Vigdís, við sitjum í eldhúsinu hjá þér og þetta mjög þjóðlegt á Íslandi að sitja í eldhúsinu. Það Ísland? Situr fólk bara ekki almennt alls þar í eldhúsum? Við erum kannski að kaupa 3-4 herbergi íbúðir og eru bara 2. Fólk hvergi inni í eldhúsinu. Komum inn í eldhús, við erum inn í eldhúsi. Það mesta umhyggjan í eldhúsinu. Við skulum vera hérna allan tíman í eldhúsinu. Þú ert að senda frá þér bók sem svona eitthvað skonar, hún gerist hérna á Íslandi, þetta eitthvað skonar svona framtíðarsýn. Hvað geturðu sagt mér þetta verk? Já, framtíðarsýn hugsanlega. Hún gerist kannski í framtíðinni. Hugsanlega við tökum málið svona langt eins og þessari sögu. Þá það framtíðarsýn. En kannski þetta bara dálítið lýsing, öfgakennd lýsing á ástandinu eins og það Ég skal ekki segja. Mér finnst það svona eftir að ekki allavega að geta verið. Hún gerist á einhverjum stað sem maður veitir ekki hvað hann fólkið þarna og lifir sínu lífi og það allt svona frekar snyrtilegt en það í rauninni fangar. Já. Það látið halda það sér snyrtilegt, sko. Svo höfum við þessa stelpu, hana Nínu Björk, sem kemst að því svona með tímanum í sögunni að snyrtimennskan ekki eins mikil og sýnist í fyrstu. Og hún fær þessa köllun að afhjúpa eins og börn gera hérna. Þau þola ekki leyndarmál. Og henni tekst það smám saman að sýna hvað býr undir hinum fagra garði. Já, þetta eiginlega mörkum þess að vera vísindaskáldskap. Já, börn eru náttúrulega vísindi út af fyrir sig, sko. Og það svo gaman að nota, sko, sjónarhorn barnsins áður en það skemmt. Því þá allt leyfilegt. Sko, barn getur legið á glugga, hún gerir það dálítið í bókinni. Og það fari engar ákúru fyrir það sést jafnvel ekki. En ef við gerðum það, sko, ef maður notaði fullorðna persónu sem sagði söguna, þá væri hún hvað? Pervert, gluggagjægir og væri sett inn. Þannig að það svo gaman að nota börn sem segja söguna, næf, en auðvitað með fullorðinn sögumann á öxlinni. Því það allt leyfilegt í frásögninni. En þú hefur mikið notað börn? Já, þess vegna. Þau eru svona gegnumgangandi í bókunum þínum, börn og svona skynjun barna. Já, því þau gera það einlega. Sannleikurinn í börnum, ég held að sé engin lygi. Hann ekki endilega í góðum skáldskap, en hann örugglega í börnum. Ef mér finnst það. Og svo finnum maður í þessari bók eins og öðrum bókum þínum sterkar og kyngimagnaðar konur. Já. Konur náttúrulega sterkar og kyngimagnaðar, sko. Og það sem svo spennandi við að skrifa svona og nota fyrstu persónuna og stelpu sem alls staðar að sjá og eitthvað sem maður má ekki sjá, að þá getur maður lýst, sko, þessu dulmagnaða innan í sem maður getur ekki í þriðju persónu, sem maður getur ekki þegar maður sér yfir allt og alls staðar allt kring, heldur þessu dulmagnaða og sterka inn í hugsuninni. Þessar kellingar í bókinni sannarlega sterkar, það verða líka að vera það til þess að lifa af, og þó það lifa ekkert allar af, þá verða það samt að vera það. Og svo eiga þær þennan heim með skáldinu sem þarna sveimar í sögunni, Nínu Björk Árnadóttur, sem þessi heimur þessari undarlegu einlægni en rosa styrks. Þess vegna kallaði hún á sig inn í þessa sögu til að lýsa svona einhverju leyti samhenginu í skáldskapnum. Já, svo náttúrulega merkilegt að Nína Björk þarna, hún náttúrulega raunveruleg skáldkona sem var hér meðal vor og það þekkja hana kannski ekki allir lengur en hún þarna mjög fyrirferðarmikil í bókinni.
Já, hún er til minningar, sko. Stelpan litla sem segir söguna. Hún er skírð í höfuðið á henni. Trúlega vegna þess að hún er rauðhærð. Trúlega vegna þess að mamminar átti bækurnar þegar hún var lokuð þarna inni. En hennar bækurnar hennar Nínu Bjarkar, sko. En, sko, Nína, hún deyr árið 2000. Og það er árið 2000 sem ég byrja svona fyrst að hugsa þessa bók. Og hún svona trúlofaðist hugmyndinni. Já. Því að svona góður höfundur eins og Nína, hann náttúrulega deyr ekki neitt. Nei. Og þó menn sé kannski ekki að lesa hana Nínu Björk á hverju minnasta degi eða rétt á hann fyrir að sofa á kvöldin, þá er hún þarna samt og fer ekkert, sko. Og hún er sannarlega í þessari sögu. Já. Men hvernig eru kvæði Nínu Bjarkar? Já, þau eru náttúrulega misjöfn og en þau eru alltaf með hennan einlæga alvöru tón. Og þau eru full af ótta og fegurð og öllu sem er þar á milli. Þannig að hafi menn nú ekki lesið Nínu, þá hvetið þá eindregið til að byrja. Því þegar þau byrja, þá geta þær ekki hætt. Þannig skáldi Nína Björk, sko. En sko þetta, mér langar aðeins að tala meira þetta samfélag. Þetta einhvers konar alræðis samfélag. Það er það, sko. Já. Þú ert náttúrulega látin halda að þú hafir hugmyndir. En svo ertu líka látin vita af því þegar þú kemur með þær fram. Til dæmis eins og það er að mála ketti á múrinn umhverfis þorpið, eins og litla stelpan fær. Þá er hún látin vita að þessar hugmyndir séu alls ekki hennar. Heldur hafi þetta allt saman verið fyrirfram skipulagt og ákveðið. Þetta er kannski gróf hugmynd, en hún er heldur ekki ný. Og svona hlutir í kannski pínlítið öðru samhengi og miklu stærra samhengi hafa auðvitað gerst annars staðar á öðrum tíma. Og eiga vonandi ekki eftir að gerast aftur vegna þess að við lærum svo mikið af sögunni. Eða þannig. Hún hefur situr í mér þessi saga. Ég er að velta yfir, þú veist, hvað er hún að segja mér um Ísland í dag, til dæmis? Já, sagan er náttúrulega að segja að við þurfum aðeins að stoppa, sko. Og taka ekki allt sem gefið. Og líta tilbaka, tapa ekki allri fortíð, en sko, tapa okkur ekki í þjóðernishyggju. Það er hún til dæmis að segja. Já. Og ég held að það sé alveg nauðsynlegt. Og sagan er að efast pólitíkina. Hún er að efast sannleika þeirra tíkur. Og hún er að efast heilindin sem við lifum samkvæmt og eftir. En svo er þessi saga líka bara að leika sér. Því það gera allar sögur. Og þegar að menn halda kannski að þær séu sem alvarlegastar, að þá eru þær bara að rekja og leika sér. Og hún er voða mikið af því líka. Þessi saga. Hún er svolítið óstýrilát þá. Já, þetta er búin að vera lengi að skrifa hana, sko. Já, er þetta löng fæðing? Já, þetta var löng fæðing og oft alveg rosalega erfið. Já. Og svo komur þetta, fékk ég í fyrsta skipti þetta svokallaða, sko, ritstopp. Já. Og þá vissi ég nú ekki hvernig ég átti að taka á því, af því ég hafði ekki fengið áður, sko. Ég held að nú var þetta bara búið. Nú geti þetta ekkert meir. En þá fékk ég þessu hugmynd að það var kannski sniðugt að hjálpa stelpunni að mála á múrinn. Já. Og ég gerði það. Ég fór bara hérna í verkfæralagarinn, það er ódýrasti Striginn. Og keypti mér striga og byrjaði að mála. Og ég málaði eins og vitlaus maður. Og þá kom það aftur. Hún þakkaði mig fyrir hjálpina og bókin hélt áfram. Og þetta var svona 4 ára ferli. Þú fórst að mála og það eru öll þessi verk sem eru hérna í kringum okkur. Já, það er þessi, sko, þetta er svona hliðaverk við þessa sögu. Já. Því að án þessa mála hefði ég ekki getað
klárað. Hvað gerir maður ekki fyrir flokkinn? Allt fyrir flokkinn, allt fyrir bókina. En fékkstu ekki mikið út úr því að fara að mála? Jó, ég fekk voða mikið út úr því. Og sérstaklega þarna þegar ég náði skottið á sögumanninum aftur, sko, sem ég var búin að tapa. En hvað svona rauðir kettir? Það er það sem gerist í bókinni, sko, að hún fær þessa hugmynd að mála rauða kett á múrinn. Múrinn er svona eins konar leiktjöld í kringum leikriti sem á að sýna 20 og 22, eitthvað svoleiðis, 2022. Og hún fær þessa hugmynd að mála falleg leiktjöld eða skrautlega. Og í rauninni er þessi kettir bara fólkið í bókinni, sko. Já. Íbúðin er full af þessum myndum. Já, hún gæti alltaf verið full. Hún er eiginlega blind full. Já. Nú fer þetta að fara, sko. Já, það. Þetta tilheyrir náttúrulega bara þessari bók. Ok. Og eins og hún sagði hérna, dóttir mín, sko. Það ætla alltaf að mála kísur. Já. Nei. Allar kannski bráðum að fara að mála hunda. Svo. Og ég hugsa að það verði, sko. Já. En ertu meiri kísukonum, kannski? Já, í kísukonum. Ég má afnum fyrir kísum. Já. Reyndarinn. Og ég elska það samt. Já. En það eru svona allar, sko, einhvern veginn, er þetta persónur í bókinni eða þær tengjast bókinni? Já, og svo, sko, þegar betur aðgáð. Já. Þegar þú fer að rýna í myndina. Já. Þá koma þær, sko, persónurnar. Þannig á það að vera, sko. Já. Þannig er það í bókinni. En ef það gerðist hérna, ég fær nú til dæmis að rýna í þessa mynd þarna, eða þessa, og framstykki Nína Björk, þá er ég hrædd, sko. Já. Þá er ég hrædd, en það gerist í bókinni. Já. En þú segir að þetta verið losað stíflu hjá þér. Já, það gerði það. Já. En getur þú skrifað, varstu ekki fegin þá að klára bókina? Jú, alveg agalega fegin. Já. Það var bara, ég var bara einn glaðasta kona sem ég bara nokkuð tíma séð í spegli. Já. Ég var rosalega ánægð. En hvernig vinnur? Ertu höfundur sem getur sest niður og farið að bara klukkan 9 á morgnar og byrjað að skrifa og svo? Nei, ég er svona tarna manneskja. Og svo er ég svo að lesa á milli og svona, en ég reyna að skrifa eitthvað pínlítið á hverjum degi. En ég reyndi að vera þessi höfundur sem fyrir út að ganga og allt þetta, því ég veit það svo hollt, sko. Já. Og maður brennur kannski hraðar upp í þessum tarnum. Já. En ég hef aldrei ráðið við það, sko. Þannig að ég skrifa kannski mikið og tek svo hlé. Þannig að þetta er spurning um andagift eða innblástur. Já, mér finnst það. Og þess vegna var það mjög sárt, sko. Já. Þegar hún fór. Já. Og þá byrjaði þetta. Sem ég talaði við Gyrði daginn og hann var að tala að það væri svona einmannlegt skipt að vera rithöfundur og stundum ángistarfullt. Hefur upplifað það? Já, ég hef upplifað það. Ég hef líka upplifað hitt, sko, að það er raddir hérna í brjóstinu, sko. Já. Á þess að það sé nokkuð geggjað eða neitt slíkt, sko. Já. Sem að halda mann í kompani þegar maður er einn. En ég hef líka upplifað svona framandleika tilfinningu. Finnast maður að vera einhvern veginn utan við. Vitandi að maður er það ekki, sko. En það er eitt með þetta tilfinningarlega og svo þessa skynsemi. Einmannleika, já, vá, já. En bækurnar þínar eru náttúrulega svo mikið á fantasíusviðinu, þannig að þú veist. Já, svona tengjast. Skáldskapur, draumar, ímyndan. Já. Svona leitað einhverju fegur sem eru utan og hand, einhvern. Já, og svona óbáslega þrá að finna hana. Já. Svona óbáslega þrá. Og oft bara algjör þráhyggja, sko, að finna hana. En ég held að endi þannig, sko. Ég held að endi þannig að ég finna hana. Ég fann hana heilmikið reynda núna. Í þessari sögu. Þó hún sé ljót. Takk fyrir, Vigdís. Og þú hafa ekki svona.